Komið þið sæl. Í þessu myndbandi ætla ég að segja ykkur frá græna bókhaldinu og hvernig við skráum það inn í gagnagátt Umhverfisstofnunar. Grænt bókhald er umhverfis- og loftslagsbókhald sem gerir okkur kleift að öðlast yfirsýn yfir helstu umhverfisþætti í rekstrinum. Það er að segja hver notkun okkar er og hvaða losun hún veldur, þar sem það á við. Og með þessa vitneskju í farteskinu getum við sett okkur mælanleg markmið hagræðingu og bætta frammistöðu í umhverfismálum, en það er einmitt kjarninn í vinnu stofnana við gerð og framfylgd loftslagsstefnu. Græna bókhaldið er líka ein mikilvægasta aðgerðin í grænum skrefunum og þegar komið er í skref 2 ber öllum stofnunum að skila því inn árlega, hingað til okkar á Umhverfisstofnun. En þeir umhverfisþættir sem við erum að skoða í græna bókhaldinu, það eru samgöngurnar, það er að segja akstur og flug, matarsóun, úrgangur, pappírsnotkun, orkunotkun og efnanotkun. Og yfirlit yfir innkaup og notkun vegna þessara umhverfisþátta getið í flestum tilvikum nálgast hjá ykkar birgjum eða þjónustuaðilum og það starfsfólk sem heldur utan rekstur stofnunarinnar eru yfirleitt með bestu yfirsýnina þegar kemur að því að vita hvaða aðilar þetta eru sem að geta veitt þessi gögn. Grænu bókhaldi er skilað í gagnagátt Umhverfisstofnunar og hlekk á gagnagáttuna finnið þið með því að fara inn á grænskref.is og þar undir grænt bókhald. Hlekkinn sjáu þið hérna efst, smellið á hann og þá eru þið komin inn á gagnagáttina. Ef þið hafið ekki fengið aðgang nú þegar eða vantar aðgang fyrir fleiri aðila innan stofnunarinnar þá getið þið sendt okkur post á grænskref.is og við sendum ykkur lykilorð hæl. Svo notið þið vinnunetfangið ykkar og lykilorðið sem þið fenguð sent til að skrá ykkur inn. Ef lykilorðið gleymist þá veljið þið þennan hérna taka og fáið nýtt sent. Þá er það bara að skrá sig inn. Svona lítur viðmótið út þegar þið eru komin inn í gáttina og það sem þið byrjið á að gera er að velja þennan takka hér, ný skýrsla. Það er mjög mikilvægt að velja rétt tímabil. Nú er ég að fara að skila gögnum fyrir árið 2020 og því veljið það ár. Þó ég sé að skila gögnunum inn árið 2021. Ítur svo áfram. Og þá sjáu þið allar skráningarsíðurnar og ég ætla að fara með ykkur í gegnum þær allar. Áður en lengra er haldið vildi ég benda ykkur á það að hver stofnun skilar einungis inn einu grænu bókhaldi. Þannig að ef starfsstöðurnar eru fleiri en ein, eru einfaldlega fleiri skráningar á hverri síðu í bókhaldinu. Þar sem ein skráning er þá fyrir starfsstöð A og önnur fyrir starfsstöð B og svo framvegis. Svo reiknast heildartala að lokum. Ég sýni ykkur þetta betur á eftir. En á hverri síðu þá er möguleikinn á að skrifa hjá sér forsendur. Sjáu það hérna. Og við mælum eindregið með því að þið gerið það. Þetta getur auðveldað framtíðar ykkur að muna hvar á bak við hverja skráningu og þetta getur sömuleiðis verið mjög hjálplegt ef nýr eða nýjir starfsmenn taka svo við þessari vinnu í framtíðinni. Getur bara að skrifa hvað sem er hjá okkur hér. Svo bendi ykkur líka á infotakkan, hann er hér. En þar eru upplýsingar hverja skráningu. Hvað við erum að biðja Hér er til dæmis lýsing á því hvað skal skrá inn á þessari síðu. Upplýsingar stærð húsnæðis og fjölda stöðugilda eru grunnurinn að útreikningum bókhaldsins, svo mikilvægt er að skrá þær inn. Fjöldi aðrir er hugsað fyrir starfsemi eins og framhaldsskóla, þar sem aðrir en bara starfsmenn hafa mikil áhrif á umhverfisáhrif rekstursins. Þannig að þeir sem vilja, eins og framhaldsskólar og kannski mögulega einhverjir aðrir, geta sett inn fjölda nemenda líka og allir útreikningar reiknast þá niður á stöðugildi pluss nemendafjölda eða fjöldi aðrir. En hérna ætla ég bara að skrá inn 1000 fermetra, það er bara stærðin á minni stofnun og 100 starfsmenn. Og ef þið eru með fleiri en eina starfsstöð þá myndu þið leggja hérna saman stærð húsnæðis og skrá inn sem eina tölu. Þetta er raunin eina síðana sem er ekki boði að vera með fleiri en eina skráningu. Og svo bara skrá. Og þá erum við komin á næstu síðu. En hér skráum við inn upplýsingar skrifstofupappír og prentþjónustu. Hér skráum við heiti vörunar. Þið getið annarkvort skrifað það sjálf eða valið úr fellilista. Ég ætla bara að velja hérna, pappír.
og þið ráðið því hvort þið skráið inn verð eða ekki, en þyngd þarf að vera til staðar svo að hlutfall umhverfisvottaðs pappírs reiknist rétt. Þið hakið sem sagt í umhverfisvottað ef pappírinn er það. Það er vottaður með Evrópublóminu eða svaninum. Ég ætla bara að skrá hann hérna, segjum að þessi 130 kíló, allt umhverfisvottað. Ef ég var svo með einhvern pappír sem var það ekki, þá skrá ég hann hérna líka, bara í annarri skráningu. Og kemur þetta svona inn. Og eins og ég segi, þið ráðið bara hvort þið haldið utan um verðið eða ekki, sumum finnst það gott, öðrum óþarfi. Hér skráið þið svo þá prentþjónustu sem stofnunin hefur nýtt sér á árinu og hakið við umhverfisvottað ef verslað hefur verið við umhverfisvottaða aðila. Hér er verð notað til að gera grein fyrir hlutfalli umhverfisvottaðrar þjónustu á móti þjónustu sem ekki er vottuð, en verðið birtist hvergi opinberlega. Þannig að ef þið viljið ekki skrá raunverulegt verð, þá getið þið einfaldlega að skrifa hlutföllin. Ef til dæmis 70% af þeirri prentþjónustu sem keypt var á árinu var af umhverfisvottuðum aðilum, er einfaldlega að skráð 70 í verð og svo 30 fyrir þá þjónustu sem ekki er vottuð. Þið bara ráðið hvernig ég gerir þetta, en ég myndi til dæmis hérna skrifa bara prent EHF, keypti fyrir 100.000 krónur af þeim einhvers konar prentþjónustu og þeir eru umhverfisvottaðir. Og svo kannski keypti ég af annarri prentþjónustu, einhverju þjónustu, 10 skall, það var ekki umhverfisvottað. Og þá skrái ég þetta svona. Og þá er það komið. Þá höldum við áfram á síðu 3. Hér erum við komin í resti og hreinsiefni og resti þjónustu. Og hér í þennan kassa skráið þið magn resti og hreinsiefna sem keypt voru af stofnuninni á árinu. Og eins og með pappírinn að þá er verð einungis valkvæð skráning hérna. Sumum finnst einfaldlega gott að halda utan um þær upplýsingar líka. En það þarf ekki að skrá inn upplýsingar magn ræsti og hreinsiefna sem ræsti þjónusta kaupir og notar ef að þið eruð að versla slíka þjónustu, frekar en þið viljið. Þannig að ef þið kaupir ræsti þjónustu þá þurfið þið einungis að setja hingað, hérna í þennan kassa, upplýsingar þau efni sem stofnunin kaupir sjálf. Oftast er þetta til dæmis handsápur, uppþvottalaugur og slíkt. Þannig að ég ætla að skrá inn hérna nokkur efni, skrifa þetta bara sjálf hérna inn, uppþvottalaugur til dæmis. Segjum að það hefur verið 20 lítrar. Ég ætla ekki að halda utan um verðið og þetta var umhverfisvottað. Svo er ég líka hérna með handsápu. Og þið getið alveg merkt þetta eitthvað enn frekar eða viljið, til dæmis eftir starfsstöðum eða eitthvað slíkt. 5 lítrar. Ég geti til dæmis sett hérna handspritt. Akureyri, 20 lítrar, það er ekki umhverfisvottað. Þannig að þið ráðið bara alveg hvernig þið, hvað þið skýrið þessar skráningar, en svona kemur þetta sérsagt út. Svo er það resti þjónustan. Hér skal skráð þá resti þjónustu sem stofnunin hefur nýtt sér á árinu og haka við umhverfismerkt ef verslað hefur verið við umhverfisvottaða aðila. Og hér erum við aftur eins og með prentþjónustuna að nota verðið til þess að gera grein fyrir hlutfalli umhverfisvottaðrar þjónustu á móti þjónustu sem ekki er vottuð. Þannig að við gerum þetta bara eins og með pappírinn. Við birtum verðið hvergi opinberlega, þið getið annarkvort notað raunverulegt verð eða nota hlutföll á umhverfisvottaðri þjónustu versus ekki. Eins og ég talaði um áðan. Ef þetta er til dæmis 70% vottað sem þið kaupið þá notið þið bara 70 fyrir þá skráningu umhverfismerkt og svo 30 fyrir þjónustu sem ekki er vottuð. Prófa það til dæmis hérna, skrifa hérna Þrif EHF, vorum að kaupa 70% af þeim og þeir eru umhverfisvottaðir. Þannig að ég vil ekki birta raunverulegt verð, gera þetta því svona. Og svo myndi ég setja hérna hreinsum EHF, 30% keypt af þeim af okkar heildarresti þjónustu. Þeir eru ekki umhverfisvottaðir, þannig ég skrá þetta svona. Þá er það komið. Næst er það svo orkunotkunin, það er að segja rafmagnsnotkun og heita vatnið. Þessar upplýsingar ætti að vera auðvelt að fá frá byrgjum, en ef þið deilið húsnæði með öðrum og getið ekki fengið sundurliðar tölur, er gott að reikna ykkar notkun út frá hlutdeild ykkar í húsnæðinu. Og svo er það þannig að losun gróðurhúsalofttegunda vegna rafmagnsframleiðslu, hún reiknast sjálfkrafa þegar kílóvattstundir eru skráðar inn hérna í rafmagnskassanum.
og verð algjörlega valkvætt. Þannig að ef við prófum bara að stimpla hérna inn einhverja skráningu, ég ætla bara að segja hérna Suðurlandsbraut, efri hæð, skulum bara segja 10.000 kilowattstundir. Þá reiknast losunin sjálfkrafa og ég ætla ekki að halda utan verðið hér. Já, ég verð að passa þetta, þurfti ekki að setja punkt. Svona. Svo get ég gert Suðurlandsbraut, neðri hæð, 5.000 kilowattstundir, skrái það og svo ef ég væri með aðra starfsstöðvar út á landi eða eitthvað svoleiðis, þá geti ég sett hérna bara Akureyri, 5.000 kilowattstundir, skrái það. Þá það komið. Skráning á heita vatninu alveg eins, fyrir utan það að engin losun reiknast vegna þess. Það sem haldið utan alla losun gróðurhúsalofttegunda frá jarðvarma í einni tölu, það að segja vegna framleiðslu á bæði rafmagni og heitu vatni, þá losunarstuðull fyrir heitt vatn 0. Þannig að í rauninni öll losunin sem verður vegna rafmagns- og heitavatnsframleiðslu, hún birtist bara hérna í rafmagnsnotkuninni. En ég skráði það bara einsinn, ég hérna með Suðurlandsbraut, efri hæð, hvað ég var að segja, 1000 og ég ætla ekki að halda utan verðið frekar og Suðurlandsbraut, neðri hæð, og Akureyri, segjum svona, og þá þetta bara komið. Þessi skráning klár. Næsta skráning, hérna á síðu 5, það eru samgöngunar, það að segja aksturinn og flugið. Þegar kemur að akstri þá mun nákvæmara að reikna losun gróðurhúsalofttegunda út frá magni eldsneytis frekar heldur en ekinni vegalengd. Við mælum því alltaf með því að sú aðferð sé frekar notuð ef þær upplýsingar liggja fyrir og þá væru þið að einblína á þennan kassa hér. Og yfirleitt yfir eldsneytisnotkun getið þið nálgast hjá ykkar byrgjum eða þjónustöðlum eins og olíufélögum, stundum hægt að fá þetta frá bílaleigum og svo framvegis. Þetta auðvitað ekki við rafmagnsbíla, þá skráum við alltaf í dálkinn hérna fyrir neðan. Þeir eru náttúrulega ekki með neitt eldsneyti. En ég ætla að sýna ykkur hvernig ég myndi til dæmis skráin hérna. Ef ég með upplýsingar að bílar stofnunarinnar notuðu til dæmis hérna bensín, ég þarf að velja þetta sérst hérna í fellistíkunni, það ekkert að skrifa neitt inn. Okkar bílar notuðu bensín og þetta voru sérst bílastofnunar og þetta voru 2000 lítrar og þá reiknast hérna losunin sjálfkrafa og ég skrái þetta hér inn. Og svo vorum við líka með einhverja díselbíla. Það voru bílaleigubílar. Setjum hérna bara aftur 1000. Og lífdísill, tökum nokkar þannig, já, bílastofnunar, 500. Sjáðu hvað miklu minni losun vegna hans. En þá ég í rauninni búin að skrá inn hérna bensín, dísel og lífdíselnotkun okkar á árinu. Ef við getum ekki fengið upplýsingar eldsneytisnotkun á til dæmis bílaleigubílum, leigubílum eða rútum, að þá notum við þessa skráningu hér, hérna fyrir neðan. Það að segja fyrir ekna vegalengd á árinu. Og það mjög mikilvægt að vera ekki að skrá sama aksturinn tvisvar. Það að segja ef þið hafið skráð eldsneytisnotkun vegna einhverja bíla hérna ofan, að þá skal ekki skrá þá líka undir akstur eknir kílómetrar. Þá eru þið að tvískrá notkunina og losunina. En hérna ætla ég að velja úr fellistíkunni, til dæmis bara fólksbílar dísel og þetta eru bílaleigubílar og þetta voru 3000 kílómetra sem voru eknir sem ég fekk upplýsingar frá okkar bílaleigu og svo get ég líka bara að prófa að skrá inn hérna dísel, það voru leigubílarnir 2000 kílómetrar
og rafmagnsbílar, við kannski eigum 2 rafmagnsbíla eða eitthvað slíkt. Og já, það eru bílar stofnunar, setjum 20.000 km og þar er engin losun vegna þeirra notkunar. Og þá er það komið, þannig ég er búin að passa að það er ekki neinir, þetta er ekki sömu bílarnir í rauninni hér og hér. Þetta er aðskilið og það er alltaf betra ef maður á þessar upplýsingar til að nota þær. Mun raunhæfari mynd af losuninni. Nú svo er það flugið, það er hérna neðst. Og hér þurfum við að notast við reiknivél Alþjóða flugmálastofnunarinnar eða ICAO til að nálgast tölur vegalengd og losun gróðurhúsalofttegunda vegna flugferða. Og ef þið ýtið hérna á infotakkan, þá er hlekkur inn á þessa reiknivél. Smellum hér og þá erum við komin inn á þessa reiknivél. Þetta lítur svona út. Skrollum hérna niður. Hér er reiknivélin sjálf. Og ég ætla að sýna ykkur dæmi. Ég ætla að taka hérna ferð fram og tilbaka til Kaupmannahafnar. Þá þarf maður að passa að það sé hakað hérna við round trip, að þetta ferð fram og tilbaka. Og við erum að reikna hérna fyrir 1 farþega. Ef þeir eru fleiri, þá sitja náttúrulega fleiri. Og ég skrifa hérna KEF til að fá Keflavíkurflugvöll og til Kaupmannahafnar. Og svo vel ég Compute til að reikna þetta út. Og þá fæ ég hérna upp svona heildarmyndina hérna. Og þetta er sérstætt losunin sem var í öllu, sérstætt vegna allrar flugvélarinnar, en ég er að horfa á þessa tölu hérna. Þetta er sérstætt losunin sem þessi eini farþegi minn olli. Þannig ég tek þessa tölu og svo ef þið vilja halda líka utan vegalengdina, það þarf ekki frekar en vill, en þá sjáu þið hana hér. Þá þurfum bara að passa að leggja saman þessar 2 tölur. Þetta er sérstætt vegalengdi fyrir hvern legginn fyrir sig. Og það eru líka upplýsingar sérstætt íslenska flugleggi hérna inni, þannig að við getum prófað að resetta þetta. Ef við til dæmis fórum eina leið frá Reykjavík til Ísafjarðar. Svona. Að þá sjáu þið hver losun vegna þeirra ferðar, sérst vegna þessa eina farþega, hver losunin er. Og hér er þá hérna vegalengdin. Og þetta skráið þið síðan inn í bókhaldið. Og það er langt best að koma sér upp verklagi þar sem upplýsingar losun flugferða eru skráðar í til dæmis Excel-skjal eða eitthvað slíkt, leið og ferðir pöntuð eða hefur verið farin. Og svo að setja í rauninni þá bara eina tölu fyrir innanlandsflug og eina tölu fyrir millilandaflug inn í gáttina. Og svo skrái ég þetta hérna inn. Fyrir innlandsflugi voru þetta 220 km, svo verður þetta að vera heiltala hérna. Þannig að ég set bara 47 kíló af koltvísýringsígildum og þá er innlandsflugið mitt komið. Og svo myndi ég setja millilandaflugi. Þetta voru 4.289 km fyrir þessa einu köpunferð og 357 kíló á losun. Það lítur þetta svona út. En eins og ég segi, það er rosalega gott að þið hafi bara eina tölu fyrir millilandaflugið og eina tölu fyrir innanlandsflugið og þið eru það búin að vera að reikna eitthvað annars staðar í Excel-skjal eða eitthvað. Reikna saman allar ferðirnar og skilja þessu svona af ykkur. Þannig var nú það. Þá erum við komin á næstu síðu sem að heitir önnur losun. Og þessi síða er ætluð fyrir þær stofnanir sem vilja halda utan losun gróðurhúsalofttegunda vegna annarra þátta heldur en orkunotkunar, aksturs, flugs og úrgangs sem við erum svona almennt að spá í græna bókhaldinu. Þetta er svona fyrir þessa óhefðbundnu starfsemi. Og losun, hún reiknast sjálfkrafa fyrir skipaolíu, gas, svartolíu, þotueldsneyti og flugvélabensín. Og þessa þætti finnið þið hérna í fellistikunni. Þeir eru hérna fyrir ofan línu. Þannig að þið vita því að það eru innbyggðir losunarstuðlar fyrir þá. Aðra þætti er hægt að skrá inn, en þá þarf að reikna losunina upp á eigin spýtur. Þannig að þið þurfa að vera með losunarstuðlinn í rauninni sjálf.
Og ef sú leið farin þá þarf líka að passa umreikna lítra yfir í kíló því við bjóðum bara upp á þessi skráðin kíló. Þannig að það smá reiknileikur með að þið eru með eitthvað annað en þessa hérna þætti. En ég ætla að prófa að setja bara hérna inn gas. Ég var með 5 kíló af gasi og þá reiknast hérna losunin. En ef ég var til dæmis, ef ég er með, já ég er kannski hérna með glaðloft, ég er spítali, 100 kíló, þá sjáum við það reiknast ekkert að við erum ekki með losunarstöðul fyrir þetta. Þá þarf ég að vita bara losununa. Ég veit ekkert hver hún er, ég segi bara hérna 500 kíló og þá kemur þetta svona út. Ok, og svo er það næsta síða. Það eru samgöngusamningarnir og hér skráum við inn upplýsingar fjölda gildra samgöngusamninga sem stofnunin hefur gert við starfsmenn sína. Og ég reit inn skýring hér. Þá getið þið annarkvort skrifað inn mismunandi gerðir samninga eftir því sem vill á við, eins og til dæmis strætókort eða hjólaganga, hjólasuma-samningur og svo framvegis. En það koma líka sjálfgefni möguleikar hérna sem þið getið alveg nýtt ykkur, þið bara hérna ráðið hvað þið veljið. Ég ætla að prófa að skrifa hérna inn 2 gerðir samninga. Ég er til dæmis með hjólaganga. Það eru 50 manns með svoleiðis samning hjá mér og strætó 30. Þá er það komið. Og þið getið í rauninni skrifa hvað sem er, eða þið viljið, þú veist, strætó Akureyri. Og þá er það bara svona. Ok, og á næstu síðu að þá erum við komin í úrganginn, en hér skal skrá árlegt úrgangsmagn stofnunarinnar. Og þessar upplýsingar getið þið nálgast hjá eitthvað sorphirðu eða með því að hreinlega vigta úrganginn í til dæmis 1 viku á árinu og uppreikna svo fyrir allt árið. Og þetta þarf oft að gera þegar stofnanir eru til dæmis í húsi með öðrum. Þá þurfum náttúrulega að passa að þetta hafi verið gert á árinu sem þið eru að skila inn tölum fyrir. Losun gróðurhúsalofttegunda, hún reiknast sjálfkrafa fyrir flokkana lífrænt og óflokkað úrgangur til urðunar. Og þessir 2 flokkar eru hérna í fellistikunni, lífrænt og óflokkað úrgangur til urðunar. Svo það er mjög mikilvægt að þið veljið þessa flokka í fellistikunni svo að losunin vegna þeirra reiknist rétt. Fyrir aðra úrgangsstrauma eins og plast og pappír og hvað eina, þá getið þið annarkvort valið heiti hérna í fellistikunni, þið sjáu að það eru hérna margir flokkar, en þið getið líka að skrifa þetta bara sjálf inn í skýringaklukkan. Það kemur út á því sama því að losunarstuðlinn er 0. Og svo er þetta að merkja alla skráningar. Þannig ég ætla að sýna ykkur þetta hérna. Ef ég byrja bara á lífrænu, ég ætla að merkja það því að þetta er lífrænt fyrir Akureyri. Það voru 100 kíló og þá reiknast losunni fyrir það svona hér. Svo ætla ég líka að setja inn lífrænt fyrir Suðurlandsbraut. Og það voru 300 kíló, skráið það. Og svo er það óflokkaði úrgangurinn. Akureyri. Segjum að hann hafi verið mjög lítill. Og óflokkaði úrgangurinn. Þetta er sérst bara blandaður eða almennur úrgangur. Suðurlandsbraut. 10 kíló. Og svo fyrir endurvinnsluefnin, ég ætla ekki að kannski gera neitt mjög margar skráningar, að þá getið þið, eins og ég segi, þið getið valið hérna heiti bara í fellistikunni eða skráða bara inn sjálf. Kemur engin losun, það er engin losunarstuðull fyrir þetta. Gætu alveg verið með bara, ef þið eru kannski með endurvinnslu tunnu sem er ekkert nánar skilgreind, þá myndu við bara setja það hérna. Hún er á Akureyri. Það voru 100 kíló. Þannig að þið bara fyrir endurvinnsluefnin gerið þetta bara eins og þið viljið, en þið verðið að velja lífrænan og óflokkaðan úrgang í fellistikunni. Þennan og þennan, svo að losunin reiknist rétt. Og þá erum við komin í þennan flokk hérna, aðra rekstrarvörur, og hér hafið þið möguleikann á að skrá árlegt innkaupamagn á einnota vöru, prenttilkjum eða öðrum vöruflokkum sem eru þýðingamiklir hjá ykkur stofnun. Og þið getið bæði valið vöru heiti í fellistikunni, við erum með nokkra flokka hér, eða bara skrifað inn eitthvað sjálf. Og svo er þetta að velja annarkvort magn í kílói eða hérna fjölda, sérst stykki, og verð er bara valkvætt sem fyrr. Og svo er möguleikin á að haka við umhverfisvottaðið viljið.
Ég set kannski hérna plastpokar, við erum að fasa þá út og við viljum fylgjast með hvað við erum að nota mikið af þeim. Já, set bara hérna 20 kíló, eru ekki umhverfisvottaðir, skráið það. Og svo getið þið bara valið eitthvað annað sem við á. Svo það matarsóun og hér skulið skrá niðurstöður matarsóunar mælinga sem framfóru á árinu, árinu 2020. En líkt og kveðið er á í skrefi 3 í grænum skrefum skal stofnunin gera athugun á magni matarsóunar frá mötuneyti í minnst 1 viku á árinu. Og mælingarnar skulu vera tvenns konar, annars vegar matarsóun í framreiðslu sem þá magn matar sem eldaður og ekki nýttur og hins vegar matarsóun af diskum í matsal. Og hér eru því skráðar inn niðurstöður mælinga á hverjum degi sem þær fóru fram. Þannig að ef ég ætla nú ekki að skrá inn heila viku en ég skrái hérna kannski nokkra daga. Þið sjáu ég fæ hérna upp dagatal og við segjum að við höfum farið í þetta í apríl 2020 og þá hérna 1. apríl, kannski svolítið íkt, 10 og 10 og það voru 30 í mat, skráið það inn og svo er það næsti dagur, hvað er 2020 og þá voru 20 og 10 og 40 í mat og svona myndi ég gera fyrir alla dagana sem að mælingarnar voru gerðar og sömuleiðis ef þið eru með fleiri en eina starfsstöð þá bara verða skráningarnar þeim fleiri og þið getið reyndar ekki merktar eitthvað sérstaklega hér en það ætti ekki að koma sök og svo í niðurstöðunum og þá sjáu þið hver matarsóun er per starfsmann yfir árið og þá erum við komin hérna á þessa niðurstöðu síðu, niðurstöður og markmið og á þessari síðu birtast helstu niðurstöður bókhaldsins í dálkinum hlutfall eða magn, það er að segja hér og svo eru þið hvött til þess að setja ykkur markmið fyrir næsta ár. Það er þá hér, þið getið annarkvort setta inn sem prósentusamdrátt eða magn á næsta tímabili. Ég skal sýna ykkur þetta. Hérna sjáum við til dæmis að prentþjónustan okkar, við erum að kaupa hérna 90,91% af umhverfisvottaða prentþjónustu en okkur langar að komast upp í 95% á næsta ári og þá skrifa ég það. Skrifstofupappirinn, við ætlum að reyna að komast í 100%, þannig ég skrifa það hérna, við erum í 80%. Og sama með resti þjónustuna, við ætlum að reyna að fara upp í 90% og við viljum alveg klárlega komast upp í allavega 80% hér, þannig að þetta eru markmiðin okkar. Og hérna sjáum við hversu mikið heitu vatni þið notuð. Segjum að við viljum reyna að draga upp úr þessu, komast niður í 20 rúmmetra per stöðugildi. Þá getið til dæmis skrifa það hér. 20 og þá sjáum við að það þýðir 13% samdráttur og hérna með skrifstofupappirinn þið viljið kannski komast niður í 1 kíló á stöðugildi þá getið þið skrifa það hér en þið hefðu líka getað skrifa samdráttinn ef þið vildu minnka 20% þá þýðir það að þið ætlaði að fara niður í 1,28 kíló per stöðugildi það er ráðið í hvað klukkan er skrifið og ég mæli bara með því að setja ykkur markmið það er rosalega gott og eigið það bara svona skjalfest hérna og sömuleiðis hérna sjáum þið hver losunin er per stöðugildi vegna allra þessa þáttar sem við skráðum inn. Rafmagn, akstur, flug, úrgangur og svo hann önnur losun, gas og glaðloft. Og þarna getið þið sett ykkur markmið samdrátt. Ég ætla kannski að draga úr hérna 10% og sjáum við hvað það þýðir fyrir losunina. Og hérna sjáum þið endurvinnsluhlutfallið, við erum með 96,5% endurvinnsluhlutfall sem er mjög gott og svo getið þið sett ykkur bara markmið hérna líka og svo þarf alltaf að íta bara skrá til þess að þetta sé allt skjalfest og á síðu 12 hér er búið að taka saman losunina, það er að segja losun gróðurhúsalofttegunda. Við sjáum bæði heildarlosun eftir losun á völdum í tonnum. Hérna eru að pæla í heildarlosuninni, hérna sjáum þið hana í tonnum. En líka niður á kíló per stöðugildi og svo er samtalan neðst. Þannig að hér sjáum þið að heildarlosun minnar stofnunar var 9,5 tonn á tímabilinu sem gera 95
kíló per stöðugildi. Og ef þið hafið sett ykkur eitthvað samdráttarmarkmið þá birtast þau hérna megin. Þetta sem sagt bara markmið varðandi losunina. Ég setti nú eitthvað voðalega lítið inn hérna en það birtist sem sagt allt hérna. Ef losun gróðurhúsalofttegunda á tímabilinu hefur verið kolefnisjöfnuð að hluta eða öllu leyti þá skráið þið það hérna inn og við mælum auðvitað með því gerir það. Segjum að mín stofnun hafi bara farið alla leið í kolefnisjöfnun og þá setjum við 9,553 og skráum það. Þá það bara komið. Það í rauninni fer ekki neitt, það bara fast hérna. Og fyrir áhugasama þá bendum við á leiðbeiningar Umhverfisstofnunar ábyrga kolefnisjöfnun en þið getið fundið þær undir vinnugögn á heimasíðu Grænna skrefa. Og svo þegar þetta allt saman komið þá farið þið hérna á síðu 13 og ítið á staðfesta til að staðfesta skil. En þið þurfið ekkert að gera það strax, ekki nema að það sé komin skiladagur, af því að það alveg hægt að vera að leika sér inn í gáttinni, þú veist, vera að fara, nú í rauninni allt vista sem ég er búin að gera, þannig þið getið alveg lokað ykkur út og komið svo inn næsta dag og haldið áfram að vinna í þessu og svo ítt bara á staðfesta þegar að allt klárt. Að lokum langaði mig bara að nefna það að skilafrestur vegna grænsbókhalds er 1. apríl ár hvert, þar að segja vegna ársins á undan. Og ekki hika við að hafa samband við okkur starfsmenn Grænna skrefa ef einhverja spurninga vakna. Þið getið heyrt í okkur á netfanginu grænskref@grænskref.is. Gangi ykkur annars sem allra best og takk hella fyrir mig.